Menningarlegt heilbrigðiseftirlit, hvað það? Hingað kominn Stefán Jón Hafstein, hann formaður stjórnar Ríkisútvarpsins. Við höfum stundum fengið hann hér á Rauða borðinu til að ræða umhverfismál því þau eru honum hugleikin. En þetta skiptið ætlum við að ræða vanda fjölmiðla, yfirburðar rekstrarforskot RÚV og nýja hugmynd hans auglýsingar. Vertu velkominn, Stefán Jón Hafstein. Þú skrifar engin vafi á því að fjölmiðlar á Íslandi í kreppu. Já, það ljóst. Við erum þokkalega sammála það. Já. Svo leggurðu til leið, sennilega til þess að svona reyna auka líkur á friði Ríkisútvarpið. Ég minnst það nú líklegt þótt þú segir að þú skrifir ekki greinina sem ég að vitna í sem stjórnarformaður Ríkisútvarpsins. Þá segir nú í texta þarna í greininni að gegnir þeirri stöðu og með ekki líklegt að þú sér svona einhverju leyti öðrum þræði þegar þú ert að leggja til leið, brýna forstöðumenn ríkisstofnana sem ég ætla að segja leyfa þér sjálfum að greina frá, að svona staki því mengi sé að reyna að lægja öldur eða hvað? Já, ég veit ekki hvort ég að lægja öldur, ég bara vekja athygli á því að það mjög mikil menningar, það bara landrek eða flekaskil í íslensku menningarheimi þessi árin og þau sífellt meiri gliðnun þegar við bara uppgötum það að við erum stödd í menningarlegu úthafi. Menningarlega fullveldi Íslands ekki lengur til og það reyndar aðrir hafa notað, og ég skal koma að því seinna, stafrænt fullveldi ekki til lengur. Menn hafa skrifað það og svo líka enn eitt fullveldi sem í hættu og við hefum ekki okkar eigin greiðslumiðlun sem að þjóðaröryggisráð held ég hafi fjallað Þannig að fjölmiðlarnir okkar og menningarlífið í heild, og ég seti þetta í samhengi allt, komið bara á heimsmarkað. Og við erum stödd þar, örþjóð, með tungumál og verðum að gæta að okkar menningarlega heilbrigði í því samhengi, í alveg nýju samhengi. Og ég nefni sérstaklega þar að auglýsingamarkaðurinn sem fjölmiðlar og þar með Ríkisútvarpið sækja á, hann 26 milljarðar samkvæmt Hagstofunni árið 2023, það alveg að koma nýjar tölur. Já. Og þar helmingurinn í erlendamiðla sem streyma, þetta eru peningar 11, 12, 13 milljarðar sem streyma úr landi á hverju ári til fjölmiðlafyrirtækja út í heimi. Við tala Google, Facebook, Instagram og YouTube, ekki síst YouTube. Og þessi peningar streyma til fyrirtækja sem ekki lögfest á Íslandi, hafa engar menningarlegar, siðferðislegar, pólitískar, samfélagslegar skyldu við Ísland, allra síst, og borga ekki skatta hér. Og þannig að þetta eru gríðarlegar upphæðir og þegar menn eins og þú hefur gert og fleiri, mikla fyrir þér að Ríkisútvarpið skuli vera á fjölmiðlamarkaði. Nei, ekki, bara hvernig það starfar ekki sem fjölmiðlamarkaði. Ég mjög mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins og hef alltaf verið. Já, og ég að tala bara það alltaf til umræðu hvort að Ríkisútvarpið að flytja svo mikið auglýsingum eða ekki. En þá hlutur Ríkisútvarpsins í heildarpakkanum, fjölmiðlamarkaðum, 2,6 milljarðar af 26, 10%. Ef við tökum bara innlenda markaðan þann sem eftir og hann minnkar stöðugt. Það hlutur erlendu miðlana fyrir stöðugt vaxandi og verður spámenn komin upp í 60-70% eftir 2-3 ár. Að þá Ríkisútvarpið með auglýsingamarkað innan við 20, bara 4-15. Og þess vegna hefur þegar maður fer að athuga þetta og skoða að þegar maður segja að fyrirferð Ríkisútvarpsins svo mikil á fjölmiðlamarkaðnum. Nei, hún það ekki. Miðað við, já, og nú kemur fyrirvarinn, miðað við það lögbundna hlutverk sem Ríkisútvarpið hefur. Og það svolítið flækjustig sem fólk áttar sig ekki á, finnst mér. Ef við segjum að af heildartekju fjölmiðla hafi Ríkisútvarpið það byrð 30%. Segjum það. Útvarpsgjöldin hafa lækkað raunverði í síðustu 10 árin 17%. Það kostar þessi nauðungar áskrift sem menn kalla, hún innan við 60 krónur á dag á mann. 60 krónur. Hvað kostar kaffibolli hérna úti til kaffi? 950.050.
sko það er 1/10 kaffibólla, ekki það, 1/50, 5% af kaffibólla. Það samt sko bara, ef við setjum í samhengi, ekki nema 1.000 krónum hærra heldur en stuðningur við samstöðina. Við erum með 2750, þetta dæmi sem þú nefnir þá 1800 kall sko og á Ríkisútvarpið með lög sem að skylda hvern borgar 18 ára og eldri. Já, og skylda það að veita ákveðna þjónustu og það svolítið merkilegt þegar maður lesi í gegnum allt það sem að stendur í Ríkisútvarpið. Fyrst í lögum, þau eru mjög, veita mjög nákvæma forskrift af því hvernig útvarp í almanna þá að vera. Svo bætist þjónustusamningur sem búin til upp í menningarráðuneytinu sem að embættismenn búa þar til og ráðherra blessar yfir og svo að Ríkisútvarpið láti kvitt upp á það að það ætla að sinna ákveðnum hlutum. Og svo fer það undir úttekt einu sinni ári hjá fjölmiðlanefnd hvernig Ríkisútvarpið uppfyllir þessar skyldur. Þannig að það er ekki eins og menn sé á einhverjum frísvæði með þessa stofnun síður en svo. Og svo þarna, og ég hluti af því batteri sem Alþingi tilnefnir stjórn, sem eins og segir í samþykktum OHF sem opinbera hlutafélagið, æðstavald í málefnum Ríkisútvarpsins, bæði varðar dagskrárstefnu og rekstrar eftirlit. Sjáðu til, þetta ekki létt yfirbygging yfir þessari stofnun. Og ég furða mig svolítið á því við hvað voru alþingismenn eiginlega hræddir þegar settu þessi lög. Heldur að hér einhverju sjóræningjastöð í gangi. Þetta 100 ára gömul stofnun sem hefur ríkar menningarlegar hefðir og skyldur og ég spyr mig sko af hverju þessi forskrift svona nákvæm það sem Ríkisútvarpið má og má ekki. En þannig það. Og fyrir 60 krónur á dag á mann sem upp að 70 ára aldri, þá hættar menn að borga. þá fáum við 2 útvarpsstöðvar og 1 sjónvarpsás. Og pluss 1 varasjónvarpsás. Þannig að þetta nú ansi mikið. Já, og við fáum líka einkamiðlarnir fá mjög mikla samkeppni. Til dæmis Óðinn Jónsson, hann var að tala að það væri hvergi í svona lögum hvað Ríkisútvarpið væri virt á í rauninni í einu skrifaða orði, hvað vefurinn orðin mikil samkeppni við það sem að einkareknir fréttamiðlar að gera og alls konar álitamál og hann segir að Ríkisútvarpið sé allt og lengi hafa verið þannig að markaðshugsunin sé allt og djörf hjá RÚV. Ég var vitni að því einhverju íþróttakeppni í fyrra að ég náði ekki einu sinni framlengingu í einhverjum handboltaleik því auglýsingadeildin hafa svo gaman að selja auglýsingar að það lag bara vel inn í framlengingun inn í einhver mestu spennu augnablik íslensku þjóðar. Það ekki geta gerst. Það gerist. Já, ertu vissum að þetta hafi verið græðgi, ekki bara tæknileg mistök? Ég alveg vissum það var hlaðið svo miklu með auglýsingapakka því það var hægt að selja hann. En sko, það eru mörg einstök dæmi sem ég hef spurt mig að hvernig sendur á ákveðnum hlutum. Ég bara geri það ekki að skipta mér að því. Og á ekki að gera það. En það eru sett mörg á það hvað Ríkisútvarpið má birta mikið auglýsingum. Þetta svona ákveð hindrunarlaup 8 mínútur þak á klukkutíma og svo framvegis og það eru takmarkanir á því hvað Ríkisútvarpið má og má ekki á auglýsingamarkaði. Það sem að gerist bæði hjá Ríkisútvarpinu og öðrum miðlum þeim sem á annað borð afla auglýsinga, það ekki allir miðlar sem geta það að þegar þrengir svona markanum eins og ég nefni varða þegar ásókn erlendum miðlana og þeir taka alltaf meira og meira til sín Facebook og YouTube og fleiri að þá náttúrulega vex örvæntingin hjá þeim sem eiga að sækja sér fé í ört minkandi köku og Já, menn bara segja upp fólki og leggja niður laupana. Já, sko, það eru ýmsir hlut og það sem gerst hefur ég sé það hjá Ríkisútvarpinu. Í dag erum við með þess að sjá Moggin sem náttúrulega stórveldi sem nýtur peninga útgerðarmanna, stórútgerðarmanna eru að segja upp 3 blaðamannum. Það sem mjög slæmt og ég held nú að það sem, í sömu viku og Ríkisútvarpið var að taka stjórn Ríkisútvarpsins kom saman í síðustu viku og tók aðhaldsákvarðanir
vegna þess að við náum ekki endum saman og þurfum ætlum okkur að gera það. Í hverju felast þær að skjóta inn í? Ég ætla ekki að fara út í það núna, besta útvarpsstjóri sem yfirmaður stofnunarinnar í rekstri gerir það, en það eru aðhaldsaðgerðir sem felast í því að draga saman á ákveðnum sviðum. Það þarf ekki að lesa djúpt í þau orð, það getur leitt af sér breytingar á mannahaldi, en það sem að við ætlum okkur í stjórninni að reksturinn verði á næsta ári á núlli og það sem er eitthvað önnur staða heldur en við blasir hvað var þar rekstrarárið í ár, já, en það er sem betur fer betri en í fyrra, þannig að það horfir í rétta átt og það sem að gerist síðan er það að við sjáum náttúrulega fram á það að með þjónustugjöldin eða útvarpsgjöldin haldi ekki raunvirði núna milli ára, en það má vera vel að verki verið hjá Ríkisútvarpinu ef að tekst að halda auglýsingatekjum milli ára á sama grunni, í sömu tölu og ég er ekkert viss að það takist og þá þurfum við að bregðast við því þessi stjórn sem nú situr er mjög einbeitt í því að ná endum saman. Og þá komum við að því að það er kannski við mig að sakast að ég er nú búin að þvæla þér út og suður í alls konar ég trufla þig, en sem sagt þarna komum við að ábyrgð þeirri sem forstöðumenn ríkisstofnana hafa. Hvernig geta þeir komið inn í þessa stöðu, segirðu? Ég skil ekki með auglýsingarnar. Með auglýsingarnar, já, við erum að tala erlendumílunum. Fyrir þá sem að hafa hlustað á þetta samtal núna frá fyrstu mínútu, þá vita þeir ekki ennþá hvaða leið þú leggur til. Nei, það er þér að kenna. Já, ég tók það á mig. En ég tel mig að fengi fréttnæmar upplýsingar á leiðinu. Sko, ég legg til að hið opinbera, ríki, sveitarfélög og undirstofnanir ríkis og sveitarfélag hætta að auglýsa á erlendum miðlum sem ekki borga skatt og hafa lögheimili á Íslandi. Hætti að auglýsa á erlendum miðlum sem ekki borga skatt og ekki hafa lögheimili á Íslandi. Og það er Facebook, Amazon, YouTube og aðrir og ríkið hætti að auglýsa. Og ég veit að þetta er mjög umdeilt. Sérstaklega ég veit að til dæmis þeir sem að sækja á erlenda markaði sumir eru halv- og alopinberir eru til næst í ferðaþjónustu myndu segja strax við okkar viðskiptamenn eru erlendis við náum ekki í þá nema gegnum erlenda miðla allt í lagi, en sko það er alltaf þannig hjá Íslendingum að þeir byrja að leita undanþáunum frá reglunni frekar en að halda í regluna og reglan á að vera svo að mínu mati núna til skammstíma ég tek það fram, til að skapa smá andrými og þetta er að gera mjög fljótt að bara taka fyrir auglýsingafjárstreymi úr landi frá hinu opinbera sjá til, ég veit ekki, það kemur ekki í ljós í gögnum Hagstofunnar hvað hið opinbera er stór þáttakandi í þessu fjárstreymi í auglýsingum til erlendra miðla. Það er erfitt að finna út úr því og kannski er þetta að grafa dýpra í gögnin með það. Það er örugglega ekki helmingur og það er örugglega og tæplega 1/3 af þessum 11-13 milljörðum. Alveg örugglega ekki. Það gætu legið 2-3 milljarðar frá hinu opinbera með ýmsu móti þarna úti sem er álíka mikið og Ríkisútvarpið hefur í heildartekjur í auglýsingum. Það gæti verið það, ég þori ekki að fullyrða það og sumt af þessu er örugglega góðra gjalda vert og er hægt að réttlæta en megnið og ég geri það að skömminni sérstaklega í þeirri grein sem ég birti í Vísum helgina að nefna stjórnmálaflokkana þeir fá mjög mikla ríkistyrki og hafa marga starfsmenn á sínu snærum upplýsingafulltrúa og alls konar framkvæmdastjóra af hverju eru þeir að auglýsa á Facebook og YouTube Já, akkur sko fyrir mest allt þeirra fyrir mest allt í Facebook og YouTube og ég ger það auðvitað skömminni að nefna þetta vegna þess að ábyrgðin liggur auðvitað líka hjá þeim en það eru margir aðrir og ég bara mér sárnar að sjá blæða úr landi þessar peninga þegar stofnun eins og Ríkisútvarpið situr undir skömmum fyrir að reyna að afla tekna að bara á pari við það sem tekist hefur undanfarin ár
þannig ekki lykillinn af vandanum. Það eins og piss í skóinn sinn að segja Ríkisútvarpinu að draga saman seglin til þess að Facebook fái peningana. Og það mun ekki vera í heildina samskonar, það verður ekki á pari, ef þú dregur saman á Ríkisútvarpinu verður ekki á pari til erlendum miðlana, ég myndi segja 60-70%. Þú ert að kalla eftir einhvers konar vísi að þjóðarsátt á meðal þeirra sem að hafa með fjárreiður sinna stofnun að gera á auglýsingafé. Hefur þú fengið einhver viðbrögð frá forstöðumönnum eftir að þú skrifaðir þessi grein? Nei, það er nú fullt snemmt. Þessi grein birtist helgin og við erum að tala mánudegi. En nema ég hef auðvitað heyrt frá 2 einstaklingum sem vinna við það að mata auglýsingar inn á erlenda samfélagsmiðla og þeir eru ekki tressir. Með þessa stöðu? Með þessa tillögu. Þeir eru ekki hressir með þessa tillögu? Nei, þetta Þeirra rök má ekki ska því ég hef verið upplýsingafulltrúi í stjórnsýslustofnunar sem heit umhverfisstofnun. Ég hef verið í þessari stöðu að taka ákvarðanir með auglýsingabudgetið okkar og hvað er að setja það. Ég vænti þess að rök þeirra tveggja sem þú voru heyrt í sem eru ekki hrifnir. Þeir segi ég bara næ til miklu fleiri notenda fyrir miklu færri krónur og það er bara garanterað og það skiptir mjög miklu máli að starfsmannastofnunar og boðskapurinn sem við höfum fram að færa að ná til sem flestra. Einmitt. En ekki. Þetta nákvæmlega. Og þetta eru sömu rök og ég notaði sjálfur þegar ég var lítill bókaútgefandi og kannski enn, ég veit ekki. Ég gaf 2 mínar síðustu bækur sjálfur og þá reyndist Facebook alveg aðbragðsvel. Ég formaður í félagi umhverfisvernda sinna og við notum Facebook til að halda saman hópnum. Þannig að ég ekki að mótmæla veru þessara fjölmiðla á Íslandi. Ég bara segja, hið opinbera sem hefur ábyrgðarhlutverk gagnvart fjölmiðlum í landinu og veitir fé til fjölmiðla á að láta þá ganga fyrir sem eru með lögfestu og borga skatta á Íslandi. Og þannig bara, og það er örugglega sársökafullt, en tökum annað móti. Ég tel að íslenski fjölmiðlar og þar á meðal Ríkisútvarpið en fjölmiðlarnir yfirleitt hafi ekki lært að bregðast við þessari þróun sem þú lýstir réttilega að upplýsingafulltrúarnir og fjölmiðlafulltrúarnir og smáreikandunni segja allir þetta eru betri auglýsingamiðlar og þurfa þá ekki bara Síminn, RÚV, Moggin, Heimildin og aðrir samstöðin að finna leiðir fyrir þessa fjölmiðla. Og ég ekki að segja það sinni töfralausn í því, en ég til dæmis sakna þess að það var einu sinni til eitthvað sem hét fundur og mannfagnaður hjá Ríkisútvarpinu. Fundur og mannfagnaður? Já. Það var bara sérstakur auglýsingaliður, ég held það. Og það er bara viðburður á Facebook. Já. Og hvar eru þeir núna, fundur og mannfagnaður í þessu eina dagblaði sem eftir það eru farnir viðburð hvað að gerast helgin og ýmislegt svona. Með hlýnar og hjartarætur þú reyfir þetta. Já, fundur og mannfagnaður, maður hlusta alltaf á þetta. Og þetta var leið fyrir litlu einstaklingana og félögin að komast að í útvarpinu. En fjölmiðlarnir hafa bara ekki brugðist við þessu og þetta er nýr veruleiki sem að blasa við og hann þegar gerast mjög hratt og við þurfum að hugsa okkur inn í þessa ef að þetta fer svo að erlendi miðlar taka 60-70% af auglýsingafjármagn markaðnum þá eru bara miklu vanda með öll okkar fjölmiðla. Já, hér skiptir mjög miklu máli einhvers konar heildarsamhengi. Já. Og ég bara að rifja upp að þessi ár sem að ég hafði nokkuð með það að segja hvar við myndum auglýsa þá gætti ég þess að Fréttablaðið og Moggin fengu auglýsingar, prentmiðlarnir sem eftir voru. Við vorum með auglýsingar á RÚV, við nýttum okkur héraðsmiðla ef við vorum að auglýsa einhverja fundi eða viðburði út á landi sem að hafi meiri relevans gagnvart þessu svæði að öðru landshlutarblöð. Það var vegna þess, held ég, að sko, ég veit hvað það er að vera fjölmiðlamaður. Ég veit hvað er búa við vondan hag. Ég veit hvað einu auglýsing skiptir miklu máli.
það ekki endilega af ást gagnvart þessum héraðsmiðlum eða fréttablaðinu eða mokkanum á þeim tíma heldur. Það ást gagnvart tilfinningunni að við höldum áfram að geta haft eitthvað sem við leyfum okkur á tillitugum að hafa fjórða vald. Það bara mikilvægi fjölmiðlunar. Þetta er svo fyndin staðast. Við flöggum þessu sem hornsteini lýðræðis og við erum með rosalega fín orð og eiginlega eini fjölmiðlinn á Íslandi sem að kemst svona sæmilega óbrotinn frá briminu, frá morgni til kvölds Ríkisútvarpið. Við erum með bjögun, vaxandi ritstjórnarlega bjögun hjá stórum miðlum og meira þess að starfsmennirnir sjálfir viðurkenna það, þeim finnst það ekkert gott en það er bara svona eins og þessi tilhneiging út allan heim. Svo ég minnist aftur á Óðinn Jónsson, þá sagði hann hér að hann var að vitna til Svíþjóðar að þar öll fjölmiðlun að fara á færri og færri hendur og litlir miðlar keyptir upp að einu stærri og núna vitum við að það ákveðin svona ásælni að það má segja sín sé í ákveðinni hættu og ég að tala um uppsagnirnar á mokkanum í morgun og þetta eru stærstu miðlarnir og þannig að sko við vinnum hér nánast allan sólarhringinn sko með blóðugar hendur og tær bara til þess að geta keypt okkur bara til þess að geta gegnt þessu hlutverki sem að sko margir blað og fjölmiðlamenn brenna enn fyrir og ég held að þú sért svolítið með þessari tillögu þú ert að leggja hana fram vegna þess að heildarsamhengis vegna þess að þú áttar þig sjálfur og því sem einn af brimbrjótum íslenska fjölmiðlunar maðurinn sem að breytti Rás 2 svo munaði með virku samtali við almenning, þjóðarsálinn og allt það fyrir ritstjóri blaða þú áttar það á svo mikilvægi. Ég bara sjá til, þetta náttúrulega, nú ég blaðamaður. Það bara vil svo til að ég formaður stjórna líka. Og þú hugsa sem blaðamaður. Ég hugsa sem fjölmiðlamaður og dagskrárgerðarmaður og blaðamaður. Og þegar ég set mér þessar stellingar að nú sko, það eru miklu fleiri upplýsingafulltrúar og fjárskiptafulltrúar hjá ríkinu heldur en blaðamenn í landinu. Þá orðin mjög mikil bjögun og svo þegar sko við erum ekki farin að tala um eitt sem náttúrulega mjög hættulegt sem við sjáum núna þessa dagana að við færum okkar fjölmiðlafé af auglýsingamarkaði yfir til útlendra miðla sem ritstýrt af auðjöfrum í Bandaríkjunum sem undir sko þumalputtanum á mjög árásargjörnum forseta sem tekur þá í gegn í hvert einasta skipti sem andafa gegn ríkisstjórnans. Mjög mikilvægt. Og það þessi ritstjórn á Facebook og X sem fyrir neðan allar hellur. En það ekki nóg með það. Nei. Þeir hirða upp upplýsingar, persónugreinlegar upplýsingar öll okkur sem þarna og greina og hafa að geyma þessar upplýsingar og nú ætla ég að nefna og benda fólki að það voru 2 greinar skrifað nýlega, önnur var eftir Mörð Áslaugason og hinn eftir Helgu Mógensen stafrænt fullveldi Íslands. Mörður skrifaði hver leggst tölvupóstiðinn? Donald Trump getur óskað eftir honum því að við geymum eins og Halldóra segir í sinni grein heilsufarsupplýsingar, fjármálaupplýsingar, Ísland.is geymt í erlendum skýjum og það má taka þær með lögregluskipan, forsetaskipan í Bandaríkjunum og greina eða loka af og þetta stafræna fullveldi helst alveg í hendur við það sem ég að tala um menningarlegt fullveldi og við verðum að passa okkur á þessu og þetta miklu, miklu alvarlegra heldur en fólk gerir sér grein fyrir við höfum talað þá og það verið kvart á hveina í mörg ári við því að í raun og veru ráðum við ekki yfir greiðslumiðlun á Íslandi með kortin og það þurfi að koma upp íslenskir greiðslumiðlun þurfi ekki líka að koma upp íslensku grunnum og nú aldeilis gagnaverin til að landinu. Við getum varðveitt okkar upplýsingar sem varða allan þjóðarhag innan okkar efnahagslegu lögsögu þar sem engin aðrir geta krafist þess að fá aðgang og þá eru komin á fjölmiðlunum og menningarlífi í heild. Sjá til, ég í félagsráði Máls og menningar sem yfir forlaginu. Við horfum á það hvernig Storytel hefur riðlað bókamarkanum á undanförnu, talaði við tónlistamennunum hvernig Spotify fer með tónlistamarkaðinn og þá eru komið með íslenska bækur og íslenska tónlist útvistað til erlendra
auðfyrirtækja og við erum á hraðri leið með fjölmiðlun á Íslandi á sama skapi og nú ætla ég bara þetta enn einu þunglindis punktinu við. Við erum þunglindir, þetta er stöðin til þess. Þetta er stöðin sem mikla þunglindis. Sjáðu, og þetta sko ég veit að ríkisstjórnin, minnst á kosti þau sem að huga að nýri atvinnustefnu í Íslandi átta sig á þessu, ef að tölur fólksfjölgun á Íslandi eru framreiknaðar. Það er að segja, við töpum nettó innfæddum Íslendingum úr landi og við flytjum inn þúsundir erlendra starfsmanna og nú ekki að tala gegn útlendingum ég bara að tala með við framreiknum þessa þróun svona fram yfir 2050-60 þá verða hér í landinu færri íslenskumælandi íbúar heldur en erlendir en þeir verða í mjög ólíkum menningarheimum heldur en við vegna þess að þeir munu búa í skíinu sem hinn alþjóðlegi markaður fjölmiðlaefnis. Það er að segja, hinn þjóðlega menning á Íslandi og nú tala ég bara eins og bara 19. aldar maður, fjölnismadur, hún í hættu fyrir þessu. Ekki bara vegna þess að hér fjölgar fólki vegna þess að því menningarlega akkeri, menningarlega heilbrigðisvottorð ekki til staðar lengur í fjölmiðlum okkar og menningarstofnunum. Ég tengi þetta algjörlega saman, Ríkisútvarp, Þjóðleikhús, Borgarleikhús, Hörpu, Sinfóníuna og svo framvegis. Þetta allt til þess gert að halda hér saman einhvers konar menningarlegri heild. Já, þessar stofnanir sem þú nefnir eru hluti af menningarlegu heilbrigði. Já, þær eru það og tengjast. Já. Og ég vil ekkert útiloka Síman og Sín, samstöðuna, heimildina og nýju gímaldið og nýju stöðuna Þorsteins J. TV Magazine, það sem margir litlir að reyna að komast áfram með sín skilabóð. En það mikil hætt á því að allt þetta kerfi líði undir lok. Það mikil hætt á allt þetta kerfi líði undir lok. Og sko, það mér sýnist nú sko að Logi ætla að vera með einhverja smáskamta lækningar á Ríkisútvarpinu sko frekar en að grípa til einhverja stóra aðgerða en þú nefnir það núna, þú nefndir það áðan að dagskipan væru aðhaldsaðgerðir innan Ríkisútvarpsins og þannig að það ekki eins og að menn berji höfðunum í steinin og haldi áfram á einhverju svona vonlausri siglingu án ábyrgðar, það ágætt að vita það. En við vorum með útvarpsráð, Stefán Jón, og nú erum við með stjórn Ríkisútvarpsins. OHF. Stofnunum var breytt í OHF. Og það nú einmitt OHF-væðingin sem mjög oft harðlega umdeilt. Bara síðast í morgun var sennilega Guðmundur Árni varaformaður Samfylkingarinnar. Hann var að tala það sem lítið gæfuskref þegar RÚV OHF-aðist. Hver þín skoðun á því? Var það góð ákvörðun að OHF væða Ríkisútvarp? Ég skildi hann ekki þeim tíma. Mér fannst vera hægt að laga það sem að mátti laga með öðrum hætti. Og kannski það enn. Ég bara ekki myndað mér skoðun á þessu. Núna ég búin að vera stutt í stjórninni, þessi nýja stjórn hefur reyðan sett í nokkra mánuði og það komið tími til þess að svona maður smá saman lærir á þessi Þetta mun þyngri yfirbygging lagalega séð heldur en ég hafði í raun og verið átt að með á bara ekki sett mig inn í það fyrir núna en hefur þetta gefist illa, ég veit það ekki ég held að það sé mjög mikilvægt OHF veitir ákveð sjálfstæði stjórn sem skipuð á Alþingi æðsta vald í málum Ríkisútvarpsins það hún og það hægt að setja hana af ráðherra getur bara kallað aðalfund og skipa nýja stjórn og nýja formann og það ekkert vandamál en það þessi við viljum hafa menningarstofnanir okkar Harpa til dæmis OHF óháðar svona skyndihugdettum pólitíkusa, en maður getur sagt sem svo og þær eru því miður nokkuð tíðar menn láta þú út úr sér í ræðustól og Alþingi að það að taka fyrir einhverja styrki og fjölmiðla styrki og annað slíkt ef þeir hæða sér ekki sem náttúrulega hvílíkur barbarismi það tekur einhver tali en menn missa sig stundum og þá eins gott að hafa svona smá varúðarreglu. Já, ég sammála þér með það að geðþóttavald stjórnmálamanna ber að varast þegar umræðir
fréttaflutning Ríkisútvarpsins en aðstæðuna núna það eiginlega íta líka undir sko geðþóttavald stjórnenda Ríkisútvarpsins og ef sömu stjórnendur eru lengi fyrir á fleti og þeir þurfa til dæmis ekki lengur að rökstyðja að hverju þeir sko ráða ekki fólk sem skilst að fylgi OF-væðingunni þá er ég búin að finna eitt galla gagnvart hérna svona til dæmis stjórnsýslustofnun þar sem að fólk sækir á jöfnu grundvelli og hérna hefur rétt að því að fá rökin fyrir því að hverju sko þess er valinn en ekki annar. En það ekki þannig? Siggi Bogi vinnur okkar að ringi mig. Já. Hann veit að ég hérna. Siggi, ég er að taka upp spjall við Stefán Jón Hafstein, ég heyri þér á eftir. Blessunur. Við erum þrír saman á degi á sínum tíma. Við gerum það. En sko, þú veist, þetta svona ein röksemd sem heyrist. Nú ætlum ég aðeins að demba á þig svona þessari útvarpssögu gagnrýnu umræðum Ríkisútvarpið, sko. Að hérna önnur að menn séu þarna mjög lengi og séu orðnir svona rorri í spikinu og hérna hafi mikið að segja hérna dagskrárgerði eða ekki og það náttúrulega fyrir mig sem hef skrifað bók spilling og þá veit ég það að hérna ef þú ert lengi í of kósí umhverfi, of vernduðu umhverfi þá hætta ákveðin hnignun, það hætta á því að sjálfsgagnrýnin innanfrá hún verði ekki sem skildi. Það hætta á því að þú fer að líta á gagnrýn, opinbera gagnrýn Ríkisútvarpið sem árás en ekki uppbyggilega gagnrýni. Ég get nú sagt þér eina bara svona fyndna persónulega sögu að síðan ég fór svona sjálfur að skrifa opinberlega álitaefni hjá Ríkisútvarpinu þá hefur enginn boðið mér í þjóðmálaumræðu hjá Ríkisútvarpinu. Ég var oft hjá Agli og mörgum vígstöðum en svo bara leið og byrjar að gagnrýna Ríkisútvarpið eitthvað opinberu vettvangi þá ekki lengur boðið. Þú ert orðinn það sem að kalla þegar ég kom á Ríkisútvarpið Hveruland. Ég held ekki, ég held að sé ekki Hverulanda stimpillinn, ég held að bara hann bara eitthvað neikvæður og þá hugsaðu sína hagsmuni en ekki hvað fólki þarna úti þarf að heyra fjölbreytilegar skoðanir og meðal annars gagnrýnar skoðanir á því sem þau standa fyrir og að gera því að til lengri tíma þá yrði það þeim til mests ábata. Já, það sko, ég kom til starfa hjá Ríkisútvarpinu sem fréttaritari í London 1977 og nú ég farin að tala eins og leigubílstjóri í spaugstofunni, sko. Búin að vera í 25 ára og meira, sko. Og séð margt og það alveg rétt að það gerist ofta að hérna, gamlir hundar setjast ákveðin sess og ráða miklu. Ég veit ekki hvernig þetta í dag, það til dæmis mjög áhugavert núna, það nýr dagskrárstjóri á sjónvarpinu. Kona sem hefur flutt stjórn svona skýrslu sína sín og mér bara líst mjög vel á það að komi ferskur andi inn á dagskrárstjórn sjónvarpsins. Þannig að þetta nú ekki bara á einn veg. Alls ekki. Nú ég bara að tala eins og ég segi, ég mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins. Það feikilega margt úrvalsvel gert. Mest finnst mér það eiga sér stað á Rás 1, svo ég svona tala það. Mér finnst eftirlits- og aðslutverkið, mér finnst því hafa hnignað. Við erum með einn Helga Seljan sem kemur með 1 skúp á hálfsársfresti. En hérna, og við bara þökkum honum fyrir það. En mér hefur svona fundist að sko almanna útvarpið, þetta með að auka vald almennings að sko Ríkisútvarpið í fréttastefnu hafi borið fullmikla virðingu fyrir valdinu og nú ég ekki að tala í einhverja pólitíska átt, heldur bara svona heilt yfir. Já, ég ætla ekki að tala hérna dagskrárgerða menn, dagskrárstefnu annars slíkt að gera á stjórnarfundum. Það sem ég vil þú segja að þessi hætta alltaf fyrir hendi. Ég algjörlega sammála henni og stjórn á að veita ákveðið aðhald og líka gæta þess að opna út og ég get bara nefnt eitt dæmi. Það hefur verið mjög rætt málstefnu Ríkisútvarpsins og hún hefur verið svona til umræðu og margir eðlilega haft mikla skoðun á henni. Og við sem stjórn og höfum fengið skýrslu frá málfarsráðuneyti hvernig málstefnan að mótast og annað slíkt og höfum óskað bara eftir því að vera haldið málþing með áhugafólki íslensk mál fljótlega, annarkort líklega í byrjun næsta árs, eitthvað slíkt. Þannig að Ríkisútvarpið opni út á umræðuna þetta.
og útvarpið var nú með útvarpsþing daginn sem að snýrast svona meira framtíðamúsík þannig að það var mjög vel til fundið, ég gat til miður ekki sótt það en ég held að eitt af því sem Ríkisútvarpið þarf að gera mjög mikið að vera bara ná samtalið við þjóðina því að megin réttlætingin fyrir tilveru Ríkisútvarpsins svo að almenningur fallist á að borga þessar 60 krónur á dag Já. og ef við höldum ekki þeirri stemmingu uppi trösti, það númer 1 tröst en líka að fólk finni fyrir að það sé eitthvað samtali í gangi og eitthvað skilningur það má ekki vera fílabesturn og það er að versta sem kemur fyrir Ríkisútvarpið það er að vera fílabesturn og það var það þegar ég var táningur og popmúsík var ekki spiluð þá var Ríkisútvarpið fílabesturn hvað var það í dag og tónlist þau hafa talið menningarlegu rök fyrir því að það væri ekki góð hugmynd að spila poptónlist það voru lög unga fólksins í 35 mínútur á viku það var allt og sumt og þannig að Ríkisútvarpið hefur gengið gegnum margar hrinur málið að eiga samtalið svo þetta sem við erum eiga og ég átti við Sigurð G. Guðmundsson á Bylgjunni í gær og skrifaði grein og það við þurfum að halda opna Ríkisútvarpið út á þjóðavettvanginn og ég ekki sannfærður það að besta leiðin til framtíðar yfir þeirra aðstæður sem ég lýst hér með óbóðslegu breytingum á efnisframbóði frá erlendis frá og frásógi fjármuna frá Íslandi frá okkar fjölmiðlamarkaði að samkeppnismarkaður okkar fjölmiðla sé besta leiðin til að búa hér til hagkvæmt umhverfi fyrir frjálsa og frjóa fjölmiðlun þessi blóða samkeppni með örfáar og örtfækandi auglýsingakrónur ég held að hún sé ekki góð til frambúðar, hún hættuleg og allir fjölmiðluna geta farið mjög villur vegar í slíkri samkeppni en blóða samkeppnin á sig líka stað í efnisvali og efnistökum og efni sem að það er fínt Það er fínt ef þú ert að vinna á RÚV vegna þess að þú færð alveg launinu næstu mánaðamót og þú ert með risastóra áhöfni kringu sem bakkar þig upp og veitir þér alls konar styrk og stuðning sem getur verið gott að hafa en sem sagt Rás 2 til dæmis endalaust deiluefni bara svo ég vitni aftur í Óðin Jónsson fyrir fréttastjóra Ríkisútvarpsins hann hyggur að tími Rásar 2 sé liðinn það er það held ég nú ekki en það er hins vegar, nú er Óli Palli til dæmis að fagna 30 ára sögu þáttar sem heitir Rockland og hann myndi ég vilja flytja yfir á Rás 1 þá ef Rás 2 við Rás 2 er svo lítill hluti og menn áttar sig ekki á því Rás 2 er agnarsmár hluti í rekstradæmi Ríkisútvarpsins Já, en sín finnst mjög þrengt að þeim núna í þessum ólgu sjó vegna Bylgjan með fína hlustun og Bylgjan hefur staðið sig afbragðsvel að mörgu leyti og ég bara tek ofan fyrir þeim mér finnst innkoma samstöðarinnar núna undanförnu vera mjög af hennu góð inn á íslenska fjölmiðlamarkað og hefur margt finnst mér bara öfundsvert af því að þið hafið svona tækifæri til að kjafta í þá óendanlega sem er ekki til annar staðar og hafið fjölbreytt úrval og kannski eftir að þetta var ég skildi nú aldrei þessi stjórnmálasamtök sem stóð að þessu en svo fór það mjög illa og leiðilega ég ætla ekki að fara að skipta mér að því en eftir lifir þessi samstöð sem mér finnst vera mjög góð viðbót við fjölmiðlaflóruna ég vona að heimildin nái að vinna sig upp úr ákveðinni lægð sem hún hefur verið í að mínum mati þar að koma nýja gímaldið hjá þeim stöllunum Auði Jóns og fleirum Eyrúnu og síðan það er nýfjölmiðl og síðan Þorsteinn Jóð að búa til svolítið sérstakan svona vettvang sem heitir TV Magazine fyrir efnisveita á nýjan hátt og ég held að Ríkisútvarpið eigi dálítið að passa það að þessi við kalla lággróður í bestu skilningi þess orðs fái að þrífast og ekki bara Ríkisútvarpið heldur ríkisvaldið gæta því menningarstefna ríkisins á að gæta að alveg eins og áhugaleikhús eru mikilvæg all land þá eru fjölmiðlar sem sinna svona hlutverki eins og þið mjög mikilvægir viðbót við og það verður að gæta því og þess vegna segi ég til skamstíma á ríkið ekki að dæla fé í Mark Zuckerberg og Elon Musk
sem undir ritstjórnarvaldi Donald Trumps. Taktu eftir. Ríkið á ekki að dæla peningum þangað og öllum okkar persónugreinarlegu upplýsingum íslenska neytendur og fjölmiðlanotendur beint inn í leyniþjónustukerfi Bandaríkjanna. Þetta eru alvarlegir hlutir og þess vegna veki athygli á þessu sem að þessar greinar Helgu Móðursson og Marðar Áslaugssonar í Vísi, það er að leita þar uppi með leitavélum, tala mjög beint inn í þennan veruleika. Fjölmiðlarnir tengjast þessu stafræna, ef að segja misnotkun, ofbeldi, ritskoðun, þeir gera það. Og það er þessi varnarorð sem við erum að huga að. Ég verð líka að segja það hljóðbókamarkaðurinn eins og hann vinsæll og mikilvægur, hann undir einokunarfyrirtæki sem heitir Storytel og ég hef birt efni þar og ég hef notið góðs af og þessir fjölmiðlar stóru erlendu, þeir veita okkur ákveðin farveg sem góður en við getum ekki bara búið til okkar eigin vettvang, stafræna vettvang fyrir fjölmiðla efni þar sem margir hafa aðgang að mörg tekju- og viðskiptamódel í gangi. Ég myndi vilja sjá ykkur hlið við hlið. Þorsteini Jóð, samstöðuna, gímaldið, heimildina með fjölmiðlaefni, strákan upp á Móka, dagmálin og þjóðmálin og hvað þetta heitir. Þannig að það sé myndist í raun og veru veggur fyrir fjölmiðlaefni sem framleitt af ýmsum ólíkum aðaldum en fer allt inn á eina gátt þar sem við notendur getum hort á og notið. Þetta hægt og auðvitað fyndist mér sko ef ég væri einráður í þessu landi myndi segja við Ríkisútvarpið hérna eru 200 milljónur á ári í 3 ár gerið þetta. En það er ekki hægt að því að stjórnmálin þau eru föst í svona ákveðinni tortryggni og vantrú á að Ríkisútvarpið hafi aukið hlutverk. Þá þurfum við bara að gera það með öðrum hætti. En þessi stafræni vettvangur, ég skal gefa ykkur nafni Þjóðarsálin eða viljið. Við höfum verið duglega að taka upp svona þekkt nöfn á fyrirbærum í fjölmiðlasögunni þannig að Þjóðarsálin bara fínt, takk. Nei, ég er ekki ykkur, það er ekki nýja vettvanginum eða stafræna vettvanginum. Ísland.is verði í raun og veru miklu meira heldur en skattheimtan og frá hinu opinbera heldur verði bara Ísland.is þjóðmálin. Í heild. Þetta væri, og ég ætla ekki að útfæra þessa hugmynd, en það hún alltaf góð til þess að vera tekin upp, sko. Hún alltaf góð til þess. Ísland ræður ekki við stórbrotnar hugmyndir. Það bara alveg ljóst. Það fer allt í tuð og þess vegna var ég að skrifa meðal annars að segja, þetta snýst ekki það að taka einhverja nokkra krónur af Ríkisútvarpinu og henda þeim í aðalega erlenda fjölmiðla. Það gáleysi. Það ekki gott við núvarandi kringumstæður að blóðmjólka það sem við eigum þó og þokkalega vel gert. Bætum heldur við það sem að þarf virkilega á aðlýningu. Og þar hægt að finna fé. Skjótaleiðin hægt að auglýsa hjá Zuckerberg og Elon Musk. Jó. Þakka þér fyrir að vera þó allavega meðvitaður heildar samhengi þessara mála. Takk fyrir að koma í viðtal eins og þetta. Takk fyrir að skrifa greinar. Takk fyrir að vera með einhverja sýn. Takk fyrir að taka afstöðu í Gaza-málin á sínum tíma. Við veitum ekki alveg hvernig það fer núna en þú reyndar tókst fram að þar væri ekki að skrifa sem formaður stjórnar Ríkisútvarpsins tekur á því bara hvernig hún ákveður það. Ég kann ágætlega við þess stjórn, hún skipuð ágætlega hefur fólki. Já, en þú ég man eftir einu, sko, varst ekki þú sem að talaði fyrst jakkalakka? Að Bubbi gerir það nú. Bubbi. En þú tókst þetta svolítið. Já. Þú var svolítið á ritstjórnarfundunum hvað verið langt síðan, Stefán? Við vorum 97-99. 30. Við vorum saman á ritstjórn á litlu fátækum fjölmiðli. Það á 4. áratug síðan og við erum fyrst saman við ritstjórnarbór. Hugsaðir hvað tíminn líður hratt. En þá man ég að þú varst að vara okkur og aðra við því að verða svona jakkalakkar og þú mætir á peysunni og þú talar mannamál og ég held að sé fengur aðeins fyrir stjórnarúf að fá þau sem formann. Takk fyrir að koma. Mín ánægðin að vera með ykkur á samstöðinni. Takk. Og við höldum áfram eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is